Herðu, nú ætlum við að slá á þráðinn allarleið til Ástralíu, svona tæknin stórkostleg. Þar Páll Þórðarsson sem efnafræði prófessor við háskóla í Sydney. Hann á líninu og ég ætla að tala við hann nýafstaðnar kosningar sem voru sögulegar, að það var svona umsnúningur miðað við það sem að kannanir bentu til og kannski það fyrsta sem okkur dettur í hug hérna hinum einn á nettinum að þetta sé sambærlega áhrif og við sáum í Kanada þar sem að raunverulega atgangur og framgangur Trump sneri við stóru hluta kjósenda í Kanada, þannig að fyrir sjáanlegur stórsigur íhaldsflokksins varð ekki. Var það eitthvað sambærlegt sem að gerðist í Ástralíu, Páll? Jú, sæll Gunnar Smári, það var margt sambærilegt. Stjórnin hérna var eins og svo í Kanada ekkert voðalega vinsæl. Verkamannaflokkurinn komst hérna til valda fyrir 3 árum, hann var ekki búinn að vera eins lengi og í Kanada. Og stjórnarandstaðan í ársbyrjun byggust flesti við því að hækist allavega að fella meirihlutastjórn verkamannaflokksins og jafnvel að hægra bandalagi kæmist til valda. Trump hafði talsverð mikið áhrif á sveifluna sem varð núna á síðustu 2 mánuðum. Og núna verkamannaflokkurinn vann kosningarnar helgina með auknum meirihluta. Hann var með meirihluta upp á nokkur þingsæti, hann verður núna með upp undir 20 sæta meirihluta og með tvöfaldan þingmannafjölda á við hægra bandalagið. En hann var ekki bara það var líka það að verkamannaflokkurinn hysjaði upp sig buxurnar síðustu mánuðina og rak mjög góða kostningabaráttu, en hægra bandalagi rak einhverja fáránlegastu kostningabaráttu sem ég hef upplifað þessi 25 ár sem ég er búin að lifa hérna. Hvað snerist hún, kostningabaráttu hægra bandalagsins? Hún snerist fyrst, við héldum og myndi fyrst og fremst snúast dýrstíðina og verðbólguna og hvernig sem búið að vera, náttúrulega verkamannaflokkurinn tók við hérna rétt í lok COVID og þegar Úkraínustríðið var að byrja. Þannig að það var verðbólguskot hérna sem nokkuð sem Ástralía þekkja ekki, þannig að þetta farið mjög illa í fólk, þetta verðbólguskot og vaxtahækkanir og þetta kennir fólk verkamannaflokknum að hluta það og var kannski svolítið ósanngjarnt. Þannig að allir byggust við því að honum lúskraði í kosningunum. En þeim tókst að setja þetta upp svona, þetta búið að vera erfið nokkur ár, en við erum að koma okkur í gegnum þetta og framtíðin verður bjartari með okkur. En það sem að hægra bandalagi klikkaði á að var í staðin fyrir það sem að þeir áttu að náttúrulega að berja sig við rettum þessu og munum lækka skatta fyrir ykkur. Það voru að tala alls konar steypu, þeir voru fyrst og fremst ennþá í einhverjum anskotans fyrir ekki málfarið, menningarstríðum, svona culture war, en svo reyndar og svona annað fyrirbæri sem svolítið sérstaklega í ástralskri pólitík þess að við köllum orkustríðin, energy wars. Hægra bandalagi búið að vera í 10-15 ára að berjast gegn því að verði gert í loftslagsaðgerðum og svoleiðis og það tengist þetta í og með því að hægra bandalagi að styðja við kólanámufyrirtækin hérna. En þeir eru löngu búin að tapa þessu í almenningu og svo til þess að slá allt út af borðinu. Það var eitt kosningaloforði hjá þeim að það ætti að byggja 7 kjarnorkuver. Ástralir hafa ekkert kjarnorkuver. Ég vísindamaður, það eitt rannsóknarkjarnorkuver hérna. Ég veit að 10 manns sem kunna að reka kjarnorkuver. Þetta var svo fáránleg hugmynd. Hvernig við að vera að byggja 7 kjarnorkuver hérna á næstu 10 árum með engan kjarnorkuiðnað. En allt annað kannski í Bretlandi eða Fraklandi. Þannig að þeir voru bara út og sögðu með alls konar ruglhugmyndir svo verið að skipta stefnu og það sem merkilegast var að verkamannaflokkurinn rétt fyrir kosningar og það náttúrulega lækka pínulítið einhverja skatta næsta ári. Hægra bandalagi barðist á móti því. Þannig að allt í einu var fólk að segja að verkamannaflokkurinn líklegur þess að lækka skatta. Þetta var svo ótrúlegt. Maður bara, hvað að þessu fólki? Já, forystumaður hérna hægra bandalagsins. Þetta eru stofnir til 2 flokkar eða ekki, þjóðarflokkurinn og frjálslyndir eða eitthvað slíkt, en búið að vera saman ansi lengi, þannig að
Jú. Hann, hvað heitir hann, Peter Dutton, hann datt út af þingi. Hann datt út af þingi, en svo gerðist líka hjá forystumanni íhaldsins í Kanada, þannig að þetta mikið áfall. En hvernig myndur þú lýsa honum sem stjórnmálamanni? Ég var eitthvað svona aðeins að reyna að lesa mig til og fylgjast með honum og tala við hann. Þetta virðist vera mjög svona popúlískur nýhægri maður. Hann var það og sko ég er með yfirlýst ef einhvern ennir að skoða á Twitter ég hef kosið báða flokkana hérna en þegar hægra bandalagið er búið að vera inn í 70 ár, það er bandalag tveggja flokka samt, það er landsbyggðarflokkur sem kallar National og hann er svona eins og hægri útgáfa af framsóknarflokknum og svo er Liberal sem er í borgunum og það verður kannski að minnast hér á að 70-80% Ástralia búa í borgum við erum borgríki eins og Ísland og Liberal svolítið gaman að því, menn tala Liberal með litlu elli Liberal voru svona center-right flokkur tiltölulega frjálslyndur hægri flokkur og Malcolm Turnbull sem var forsætisráðherra 2016-2017 var dæmigerður svona L-liberal en svo tóku þessi hægri gaurar yfir Peter Dutton steypti honum að stóli en náði sín ekki að vera forsætisráðherra og þeir fengu bjálfa sem hét Scott Morrison í staðinn sem var hvítasunnumaður, ekki mikið betri svo skítöpuðu kosningunum 22 en ákvaði að taka Peter Dutton þá og hann fór svona hann var hægri sinnaður og var stundu kallaði Temu Trump ég veit ekki kannast við kínversku online shoppunum sem kallast Temu eins og Alibaba þannig að menn voru að kalla hann Temu Trump ódýr útgáfa Trump en reyndar hann var uppalega lögreglumaður en svo segir enda fólk hann var ekkert svo slæmur í svona persónulega eða kynntist honum en hann hafði bara ótrúlega líka ég veit ekki til og með sérlega konum mislíkaði við hann og konur í Ástralíu líkaði bara ekki við hann í sjónvarpi þannig að og til dæmis þegar hann síðan flutti afsagnaræðu sína núna á laugardagskvöldi þegar það var ljóst að hann var dottinn þingi þá hélt hann ræðu sem allt einu sýndi okkur kannski er hann ekki alveg jafn slæmur svona manneskilega það er þetta þannig Páll að stjórnmálamenn eru alltaf bestir í ósigri þegar hrokin hefur lækkað og þá birtast þeir oft mannlegri og yfirleitt eru ósigursræður stjórnmálamanna það sem að þeir eru eiginlega bestir Já, það er kannski, það er gott Gunnar að ég hafði ekki hugsað út í það en það var allavega að hann passaði inn í þá formúlu en þeir ákveðu það samt 2022 eftir að töpuðu meiri hlutanum á kosningunum að þeir ætlaði ekkert að slaka á þessari svona konservativ hægri mennsku sem hefði kannski gengið ef þeir fókusir á efnahagsmálin en þeir bara, alltaf fara í hringi í þessum culture war og orkumálum sínum og eru búin að það sem þeir búin að gera er það að þeir eru búin að missa allt fylgið í borgunum eina fylgið sem eiga eftir er á landsbyggðinni þeir eru búin að missa nánast allt fylgið í borgunum og þegar 70% Ástralíu búa í borgunum þá bara gengur það ekki upp og Dutton hann er með efasemdir loftslagsbreytingar af mannavöldum hann finnst mannréttindi borgaraleg réttindi hinsegin og kynsegin hafa gengið of langt hann vill helst heyja sína stjórnmála baráttu sarna svona á þessum woke svæði Já, hann var á ansi anti-woke og að sem að náttúrulega hann kannski fjallega svolítið grefið hans stærsti sigur var fyrir 2 árum og það var eitt stærsti ósigur fyrir okkar forsætisráðherra núna Anthony Albanese að það var þjóðaratkvæðagreiðsla breytingar á stjórnarskránni sem að myndu auka við hvernig við skilgreinum réttindi frumbyggja og það er svolítið flókið og það var kannski með það mig og með þetta var ekkert voðalega vel lagt upp hjá Anthony hvað þetta eiginlega þýddi Dutton tókst að snúa því upp í þjóðaratkvæðagreiðslu gegn stjórninni og þessari stjórnarskrárbreytingu var hafnað og frumbyggjar eru mjög reiðir og vonsviknir yfir því en Dutton halti hvori gerði það líka sem svona anti-woke af hverju við eitthvað verið að hafa sér reglur frumbyggja allir eru jafnir og
En þeir heldur kannski út af því að þeir gætu svo bara haldi áfram á sömu, svona anti-woke og unnið kostingarnar á því. En í fyrsta lagi, almenningur hefur engan áhuga sem culture war í raun og veru, þó að það hefur kannski ákveðið að greiða atkvæði með honum, gegn frumbyggjanum. Þá var það bara svolítið svona einstakt. Og ég held að þeir hafi fallið þá gryfjuhaldi að fólk væri virkilega, vildi snúa öllu þessu snúa öllu upp eitthvað anti-woke. Það er bara fyrst og fremst áhyggjur af efnahagsmálunum. Það var eina sem skiptir í raun og veru máli. Og svo náttúrulega eftir að Freedom Day hjá Trump, þá fór Peter Dutton líka að bakka og vildi eiginlega ekki viðurkenna að það væri svona mikill í því og það var líka alls konar aðra bombardur sem þeir gerðu. Þeir voru til dæmis ætluðu að tímabili að vera með svona ástfangska útgáfu af Doge frá Elon Musk og sögðu meðal annars þeir ætlaðu að reka 40.000 opinbera starfsmenn og svo hún var þessu allir. Já, nei, bara í Canberra sem höfuðborgin okkar. Það ekki nema 60.000 opinbera starfsmenn í Canberra, þannig að hvernig á það ganga upp ef við rekum 60% opinbera starfsmennum og eins að en svo sagði hann á einu tímabili, já, við ætlum að banna fólki að vinna, heima frá sér. En svo, nei, við myndum bara opinbera starfsmenn og síðan var það, nei, við erum alveg hætti við það, sko. Þannig að hann var þeir voru að bakka með fullt af stefnum í kosningabaráttunni, þess að segja, þetta var svo illa reki hjá þeim líka, þessi kosningabarátta. En getur verið að bara tilvist Trump og svona hvernig, ég býst við að sé eins hjá ykkur í Ástralíu eins og hérna á Íslandi að það eru 80% af öllum erlendum fréttum snúast eiginlega Trump og hvað hann að gera. Getur það verið að það sé í stjórnmálum eins og maður gæti dregið ályktanir í Kanada sem kannski erfitt vegna þess að það er svo mikið nágrannaríki Bandaríkjanna og svo háðum í sambandi við viðskipti. Getur það verið að svona hvernig Trump aktar og hegðar sér að það valdi svona svo ég vitni nú svona til Vogue orðfæris að það verða aldrei svona bakslægi í þessari svona hægri bylgju, svona ný hægri bylgju sem að margir voru að benda á að gæti orðið og menn spáðu því að þeir stórsigur íhaldsmanna sem að tjöldu svona sínum Trump í Kanada og við höfum séð svona spárum að Evrópa muni falla fyrir nýhægrinu. Þegar þú ert að vísa til þess að Dutton hafi verið að taka upp svona hluta af stefnu Trumps og hrokki svo með það tilbaka, getur ekki verið að hann hafi raunverulega mislesið stemminguna í Ástralíu, hann hafi talið hún væri kannski eins og áður en Trump tók til valda en síðan brent sig á því að það að verða eitthvað svona breyting meðal almennings, eitthvað svona höfnun á því að önnur ríki fylgi á eftir Trump í svona hans stefnu. Jú, halvt ykkur það. Allir þú segir að 80% frétta sem Trump og því ég les íslenska miðla á hverjum degi. Ég held að við sem ekki alveg jafn upptekinn af Trump hérna í Ástralíu eins og Íslendingar eru, hvað þá eins og ég segi Kanada og ég var einmitt að tala við kunningja minn í Kanada bara nokkrum dögum og raun og veru þeim sem var ég líka að tala við kunningja minn sem vinnur í varnarmálarannsóknum að svolítið athyglisvert. Við erum sterkustu bandamenn Bandaríkjanna í varnarmálum en báðir flokkarnir og þá er líka að tala verkamannaflokkurinn í algjörri afneitunum hvað að gerast þar. Við erum búin að missa okkar sterkasta bandamann. En það má bara ekki tala það hérna og það ekki talað það meðan í Kanada og Evrópu allir að tala það. No. En ég veit ekki alveg hvort þetta Trump-faktorinn, ég held líka að Dutton kannski, ef að Trump hefði ekki farið alveg svona á hlýðina síðustu mánuðina, ég ekkert viss að Dutton hefði endilega unnið. Því að það var ekki í raun og veru mestallu almenningur hefur engan áhuga á því hvað að gerast með Trump. Það snerist meira annars vegar efnahagsmál og hins vegar það að hann bara nær alls ekki hvorki til kvenna eða ungs fólks. Og það bara treysti verkamannaflokkunum betra á endanum. Eitt sem sérstakt við ástæðstjórnmál það að það skylda að kjósa. Þannig að virkar það? Fólk sem hefur engan áhuga stjórnmálum verður að kjósa. Það ekki reynda með 2.000 króna sekt en það yfir 90% fólk sem kýs. Og
og það minna rúm fyrir öfgar út af því og svo eins það að þó sem fulltrúakerfi sem eins og bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum, þá ein stór munur af því að þeim sem mínu kjördæmi eru 9 frambjóðendur, ég þarf að raða öllum, það svona raðval og ég get kosið kannski einhvern minnihluta eins og græning eða eitthvað svoleiðis, ég númer 1. Það gerir ekki til því að ég veit það þá ef hann ekki einn af þeim efstu í fyrstu talningu, hann færist atkvæðið mitt og þann sem númer 2. Og þetta svona lækkar í öfgunum hérna í stjórnmálum. Og þess vegna held ég að þeir hafi freka verið það, ekki bara það að hafa association svona við Trump banna móti þeim, bara það skipti bara ekki eins miklu máli hérna held ég á döttum hér. Og þeir bara tóku augun af því að það eru önnur málefni sem fólk hefur meiri áhyggjur af, sérilega efnahagsmál. En afsakaðu, ég ætla aðeins að tala meira Trump. Það svona hans stefna í öryggismálu sem þú ert að vísa til, að það mikið rætt það í Evrópu og í Kanada. Í Kanada. Já, að hann svona hálfpartinu var að draga sig út úr NATO en líklega hann að stíga þeir inn aftur. Það erfitt að lesa það hvað þetta endar eiginlega með svona hans stefnu í Úkraínu. En Ástralir að þeir eru og það tengdist svona áherslu á að Kína væri hinn raunverulegi andstæðingur Bandaríkjanna, bæði í efnahagslegu tilliti og þar með í öryggissjónarmiðum. Ástralir eru náttúrulega staðsettir á undanlegum stað í heiminum, líklega eru þau með mjög mikil viðskipti við Kína, en óttast Kína jafnframt mikið. Þessi svona einhver leyti stefnubreiting Trump í öryggismálum, hvaða áhrif hefur það á Ástralíu? Gríðarleg, en eins og ég held reyndar eins og fyrir að segja að ég held að fyrst að þetta skrítið, það var eiginlega ekki talað það í kosningabaráttunni vegna þess að hvoru flokkurinn vill tala það. Varnarmál hafa báðir þessi stórflokkar, þetta búið að vera meira meina tveggja flokkakerfi hérna, síðustu 70 árin. Báðir flokkarnir eru nánast sammála þegar kemur á varnarmálum. Þeir hafa nánast aldrei rifist það. Og raun og veru Ástralir sem þetta hafa verið síðan í seinna stríði, tryggustu bandamenn Bandaríkjanna. Við höfum barist með þeim, ég segi við, ég ástralskur ríkisborgari, við höfum barist við Bandaríkjamenn með nánast hverju stríði sem þeir farið í síðan í seinna stríði. Þar með talið Írak, Afganistan, Vietnam, you name it. Og svo gerist það að 2021 og það var Joe Biden og Scott Morrison sem var í Harabandalaginu og Boris Johnson. Þeir stofnuðu AUKUS. Það kom út af því að Ástralía vildu endurnýja kafbátaflotan okkar sem að talin okkar besta vopn gegn Kínverjum. Já, við erum mjög sérstakri stöðu við Kína. Fyrsta lagi er eitthvað stærsti viðskipta aðili, bæði inn- og útflutnings. 5-10% Ástralía eru á kínversku bergi brotnir annarkvort hættir eða jafnvel alveg 150 ár aftur í tímann. En þeir eru líka sá nágranni sem við höfum mestar áhyggjur af. Þannig að Ástralía ætluðu að kaupa nýja kafbáta frá Frökkum, en svo skiptuðu við og gerði þennan AUKUS-díl og hann gengur út á það að við ætlum að eyða hvað eitthvað brjálæðislega sem að það eru 30.000 milljarðar íslenska króna sem við ætlum að eyða á næstu 20 árum með að kaupa 9 kjarnorku kafbáta frá Bandaríkjunum. Ok? Við erum ekki byrjar að kaupa þessa kjarnorku kafbáta. Og ég á móti að Ástralir eru fremstur í heiminum í quantum computing, þess að skammta tölvufræði. Og það átt að koma á móti að við náttúrulega gæfum Bretum og Bandaríkjunum forskot í því í varnarmálum. En núna að segja hvað að gerast með þetta AUKUS-bandalag, hvað verður varnarbandalag Ástralíu og Bandaríkjunum. Þeir eru með herstöðar hérna líka, stærstu hlerunastöður Bandaríkjanna á þessum hluta heimsins eru hérna í Ástralíu. Þetta voða skrítið ástand. En það vill enginlega tala það lengur og þú veist, það var þögn það í kosningabaráttunni. Ég held ég vegna þess að báðir stórflokkarnir vilja eiginlega ekkert vera reyna að finna út í hvað Trump að hugsa
þegar kemur að okkar varnarbandalagi, hann skellti 10% sko tollum á okkur þó að líka Ástralía sé rétt eins og Noregur og kannski Ísland líka verið með óhagstæða misskipta jöfnum við Bandaríkin en hann samt skellti 10% okkur sko þó ægjum að vera þeirra bestu vinnir sko. Já, það eiginlega, það fengi minna en 10%, Íslendingar fengu það líka, ég held að Norðmenn hafi fengið 20, Ástralía 10. 10%, já. Nema meira og svo hugsanlega einhverja viðskipta finganir á nautakjötið okkar. En þessar sviftingar, fyrirgjöðu. Ég misti hvað þessar sviftingar í svona heimsmálunum sem að ég meina Rússland hallar sér núna upp að Kína og Kína að sömuleyti að fá sterkari svona rödd á suðurhvelinu sem er oft talað Brexit kannski að verða öflugri svona pólitísk heild heldur en að verið hefur svona það alþjóðlega stjórnmálakerfi sem að Bandaríkjamenn byggðu eftir seinna heimsstyrjöld sem að Ástralir eru hluti af bandamönnum ásamt Japan og Kóreu í þessum heimsluta. Nú voru fréttir af því að Kóreumenn og Japanir væru að ræða við Kína sko viðskiptasamninga og annað slíkt. Er þessi deigla, við sleppum varnarmálunum, er þessi deigla sem hefur áhrif á svona umræðu Ástrala stöðu sína í heiminum? Það aukast. Þetta greinilega sko það er líka 2 ríki sem myndist ekki á en þau skipta rosalega miklu máli í þessi dæmi. Indland sem er náttúrulega næsta stórveldi núna á eftir Kína og svo Indonesia sem er okkar næsti nágranni með 300 milljónir íbúa og tók að metri í dag, það var fréttamannafundur frá Albanese núna hún að tryggja sig að halda áfram sem fóstráðherra og hann spurt hvert ferðum fyrst hann fer í sínar fyrstu opinberu heimsókn eins og hann gerði þegar hann var fóstráðherra fyrst við 3 árum til Indonesia því að Indonesia vill frekar vinna með okkur en líka svona að tala við Kínverjana. Þannig að hvað Indonesia gera mun skipta miklu máli akkurat í okkar heimsluta. Kínverjar hafa reynað að þrýsta sér inn eins og svona hafðu greinilega tekið eftir á Kyrrahafsþjóðirnar, litlu Kyrrahafsþjóðirnar og Ástralir og Nýsjálendingar reyna að spyrna á móti með hjálp Bandaríkjanna. Indverjar að leika mjög athyglisverðan svona hálfgerðan hlutleysisleik, ekki satt, jafnvel með Rússa. En á sama tíma þetta eitthvað sem heitir kvótbandalag milli Ástralíu, Indverja, Japans og Bandaríkjanna. Sem snýst, já, þannig að það alls konar deigla, það mikil deigla hérna megin á hnettinum og þessi óvissa núna hvert Bandaríkjamenn að fara, það allir að tala við alla, held ég. Það allir að reyna að finna sér einhverju stað í breyttri heimsmynd. Við vitum ekki hvernig heimurinn breytast, við vitum bara að hann að breytast. Og ég með það líka náttúrulega að það bara með svo mikla sviftingar hugsum út fyrir 20 árum voru Bandaríkjamenn algjörlega fremstir í efnahagsmálum í heiminum en kínversku efnahagur nánast orðið jafn stór og þess að bandaríski. Bara svona ef við tökum allar pólitík út og Indverjar að koma á Sputnik hraða núna á eftir. Já. Þannig að þú veist, valdajafnvægi að breytast gríðarlega í þessum heimsluta og í heiminum út af því hvað sem hefur gerst í Asíu, fyrst í Kína og svo núna á Indlandi og svo þetta með stórríki fæðingu eins og Indonesia og önnur. Já. Og við getum fylgst með gríðarlegri innviða uppbyggingu í Kína sem eiginlega kannski hægt að finna samanburð við Bandaríkin fyrir svona 100 árum sem á sér stað. Mikil tækni framþróun og verkfræði framþróun og annað slíkt sem kannski fyrst og fremst í Kína og nágrannlöndunum frekar heldur en í Vesturveldunum. Kína svolítið aftur þýleiti, þeir jafnvel hugsanlega komnir á toppin á sinni kurvu þar því að mannsfjölgun hætti Kína þeir fyrir að fækka nú þegar. En spurning hvort þeir að ná toppnum reyndar á öðru svið að ég vísindamaður. Kínverjar konur fram úr Bandaríkjunum á flestum mælikvarða í vísindum. Og þeir hafa
sett alveg ótrúlegt fjármagn í að þróa sem vísindageira síðustu 10-20 árin. En það er til engin tilviljun að þeir eru bara á 2-3 árum nánast búin að komast fram úr bandarísku gervigreinda fyrirtækjunum. Okay. Og þeir eru að reyna að gera sama í þessari skammtafræði, skammtatölvunarfræði og jafnvel núna í því sem ég vinni sem RNA. Og þeir hafa laðað til sín svona útibú af stærstu háskólum í heimi í Kína, en á sama tíma þá Trump eiginlega komin í stríð við háskólana. Nú starfar þú inn í háskólaumhverfinu, heldur að það gæti haft svona langvarandi áhrif á getu Bandaríkjanna að eru vísindafólk þar jafnvel að hugsa sér til hreyfings að það sé kannski skárra að vera hjá þér í Ástralíu heldur en að vera í einhverju menningarstríði við Washington verandi í stundaransóknir í Harvard eða eitthvað? Ég búin að tvísvar á síðustu 3 vikur búin að vera í samtölum við kunninga sem að spyrja mig hvernig get ég komið hingað. Út af þessu? Já, og okkar háskóli að hugsa að setja upp svona heimsóknar styrki, þannig að fólk geti komið hérna allavega í frí 1-2 ár, svona meðan að hugsa málin. Þetta alveg ótrúlegt. Og þetta svo ótrúlega, sko, ég, eins og þú veist að ég allur í mikið gamla sagnfræði og svoleiðis. Þessi fólk kannski áttar sig ekki á að Bandaríkin kláruðu seinna stríðin með vísindum, með kjarnorkusprengjunni. En það sem gerði síðan var það að þeir fjárfestu gríðarlega í vísindum næstu 30, 40, 50 ára eftir. Og það aðal ástæðan því að Bandaríkin voru stórveldi síðustu hálfa öldina. Og jafnvel seint 2018, kunningi minn sagði mig þá ætlaði Trump einu sinni að skera svolítið niður hjá vísindasjóðunum. Og á þeim tíma meiri sem voru republikanar og demokrater sammála það að þetta væri rangt og þeir juku við framlega til vísinda. Vegna þess, alveg þangað til þá, svo það algjört samasemmerki milli styrki vísindum þess og vera heimsveldi. Og Kínverjar syns það hafa verið Kínverjar ekkert bara með útibú frá þeim háskólan, þeirra háskólar eru orðnir einni bestu háskólan í heiminum, vegna þeir hafa bara sett peninga í sína eigin háskóla og sumir af þessum topp háskólam í Kína eru núna alveg jafnfætist bestu háskólam í Bandaríkjunum. Þannig að svona upp á framtíðina eru Bandaríkjamenn að skjóta sig kannski verri í fótinn með þessu stríði gegn sínum eigin rannsóknum á háskólum heldur en nokkuð annars að gera núna. Trump kannski var horfinn á sjóðsinn eftir 3-4 ár en ef þetta heldur áfram þá þetta upphafið endalokunum af því að Bandaríkin sé heimsveldi að mínum að tíma. En það sem maður heyrir að athugasemdir stjórnvalda í Washington við háskólana eru snúast að inngildingu og svona málum. En nú þú í efnafræði, þengist þetta eitthvað þínum rannsóknum, þínu sviði? Já og nei, vegna þess það tvennt sem við efnafræðinga eigum við þess sem þetta fer að skarast. Fyrsta lagi orkumál, við erum líka í orkurannsóknum og þannig að allt sem stingist endurlega orku rannsóknir og koltvísýringi og svoleiðis. Oft eru efnafræðingar einhvers staðar þar í bakgrunni. Og Trump vil stoppa það að menn séu að rannsaka hnattlínuna mannavöldum? Ég hef oft verið að tala svona á Facebook og svoleiðis við Íslendinga loftslagsbreytingar og svoleiðis og fólk segir bara að ég sé að ljúga. Og ég kannski skilji betur hvernig CO2 breytir geislunarjafnvægi jörðarinnar heldur en flest fólk vegna þess að maður lærir þetta í eðlisefnafræðinni. En já, þannig að það eitt. En svo líka kaus ég það fyrir nokkrum árum að fara yfir í RNA rannsóknir sem þar með tali mRNA, þar með tali mRNA bólefni og það orðið algjört bannorð hjá Trumpustum. Þannig að já, meiri segja í svona eðlisvísindum og efnafræði þá erum við í skotlínunni. Þannig að ef þú værir að stunda þína rannsóknir í Bandaríkjunum að þá værir bara í vanda í dag og værir líklega að heyra í einhverjum vinið þínum í Ástralíu hvort þú getur flutt þangað til þess að halda þínu rannsóknum áfram. Það alveg hugsanlegt og eins það þessi niðurskurður sem að Elon Musk byrjaði á og þeir eru alveg allstaðar
og ég var að heyra bara strax í janúar að það veri lyfjatilraunir í krabbameinslyfjum með ekkert með mRNA að gera bara svona sem að við efnafræðingum kallar venjuleg krabbameinslyf sem að dóu vegna þess að NIH, National Institute of Health, sem þeirra aðal heilbrigðis vísindastofnun, hún var skorin niður 10% á einum degi og hún að hjálpa fólki við að gera þessar lyfjatilraunir og þar með voru fyrirtækin sem voru smáfyrirtæki oft og annað og stoppfyrirtæki, sprotafyrirtæki sem voru að gera þessar lyfjatilraunir, allt einu voru að hætta þeim og verða líklega gjaldþrota eftir nokkra mánuði. Þannig þetta þegar fann að áhrif í lyfjaþróun þetta strax fara að hafa áhrif. Þannig að það getur orðið svona pólun eitthvað svona í alþjóðlegu já, ekki bara í efnahagsmálum eða öryggismálum heldur líka í svona þekkingar, hvar þekkingin sprettur upp og hvar hún blómstrar. Svo það grátlegast að vera náttúrulega vitsað aldrei en það hugsanlegt að eitthvað krabbameinslyf sem var í þróun muni aldrei sjá dagsins ljós út af því sem að gerast þar. Út af hann að manninu með velsugina sem að boðar okkur að hann sé að bjarga okkur frá einhverjum meini að hann gæti komið í veg fyrir að eitthvað lyf þróuð og fundin. Já. Herðu, Páll, gaman að heyra í þér og gaman að þessari tækni sem við höfum að geta verið að spjalla hérna saman til Ástralíu. Ég er svo bernskur að ég alltaf leyfi mér að vera hissa yfir þessu. Það voru þessi vók vísindamenn sem byggu til þessi tækni ekki satt sem við erum að nota. Jú, það var þannig. Herðu, ég beði að heilsa öllum annað hinum einn á nettinum. Jú, sömuleiðis Gunnar. Alltaf gaman að tala þig. Kæra þakkir. Læs. En ég ætla að vera hérna áfram með einhver annar og við erum alltaf að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í og samfélagið og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is